Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ætla að vera með ykkur í það næsta hálftímann. Ásamt henni Lonný Björgu Sigurbjörnsdóttur Hansen, vinkonu minni sem er stödd í Danmörku. Velkomin Lonný. Takk. Þú býr nú í Danmörku núna, við ætlum kannski aðeins að ræða það á eftir. En ég langar aðeins að forvitnast að því nú þekkjust við og ég hef svona fylgst aðeins með þér núna síðustu árin. Við erum systur í baráttunni með MS sjúkdóminn. Einmitt. Og það hefur verið mjög athyglisvert að fylgjast með þér að því þú hefur svolítið svona storkað þínum veikindum líka eða svona það hafa orðið einhvern veginn þannig umskipti að þú hefur tristið til að fara í nám og út á vinnumarkaðinum tíma og annað. Þannig að segðu mér aðeins þú kannski segir mér aðeins fyrst bara hvernig þú veikist og hvenær? Já, ég fæ fyrsta kastið án þess að greinast þó, 99. Já. Og svo bara aftur í einhvern tímann í febrúar 2000. Já. Þá fer ég að finna fyrir einhverjum svona skrýtnum einkennum í líkamanum, frekar máttlaus í vinstri fæti og vinstri hendi. Og ég var á fullu þá, ég var bæði í fullu námi í sjúkraliðanámi og svo var ég í fullri vinnu og fleiri en einni vinnu og var í líkamsrækt og allt að gerast. En svo er ég í starfsnámi á St. Jósefsspítala og mæti þar náttúrulega bara morguninn og rakhöld og síðan fá þær mig til þess að samþykkja að leyfa lækni að kíkja á mig og ég send það bara í framhaldi á vaktina á Landspítalanum. Þar sem ég ligg svo inn í viku og er greind þar. Það má kannski minnast á það einmitt að því St. Jósefs á þessum tíma þá var náttúrulega mjög algengt að fólk var að koma, MS fólk var að koma þangað í steragjafir þegar það var í kostum. Já, en ég var á handlækningadeildinni. Já, einmitt. Ekki á lyflækningadeildinni. Ekki lyflækningadeildinni. Þannig að það var ekki þannig að þau hafa bara svona heyrðu, við erum alveg vön að sjá það. Nei, það var ekki alveg það. Það var ekki alveg þannig, en þeim hefur bara fundist náttúrulega einkennin þín bara mjög dóbíus að þetta var ekkert eðlilegt. Nei. Já. Þannig að þú ert sendin á Lansa. Já. Já, bara úr vinnunni. Og þar ertu sendið í allt mænustunguna og Nei, ég fer ekki í mænustunguna. Þú fórst ekki í mænustunguna? Nei, ég fer í CT og MRI. Já. Og já, svo ligg ég bara þarna inni með að þeir eru eitthvað að finna þetta út í viku og það er John Bendix heitir sem að grein mig. Já, einmitt. Ég tengdi hann alveg við St. Jósefs. Já. Ég fór svo oft þangað einmitt í steð. Hann átti bara sín pláss þar. Já, algjörlega, einmitt. En einmitt. Og hvernig, og þú ertu sett á örorku þarna fljótlega eftir þetta? Nei, það er ekki fyrir en, ég fæ greiningu þarna 2000 og svo er það 2002 og ég þurfti að senda inn tvísvar af því ég fekk synjun í fyrra skiptið. Okay. Og svo, ég fæ synjun rétt bara stuttu áður en að ég fer í hjólastól. Já, þú varst orðin það slæm í rauninni þarna að þú hefur þurft að bara nota hjólastól. Já. Fljótlega. Já. Og er þetta þá máttminnkun í fótum aðalega eða bara? Já, aðalega vinstri fæti. Já. En hægri var náttúrulega ekkert alveg 100%, Nei, einmitt. En þú veist, ég gat alltaf klöngrast aðeins. Ég þurfti aldrei neina aðstoð til dæmis til þess að fara í úr rúmi og baða mig og svoleiðis, En svona fara einhverja vegalengdir og þá var bara best að nota hjólastól. Já, ég var bara í stólnum hana í, cirka, eða tæp 2 ár. Einmitt.
En segðu mér, af því þú ert í sjúkraliðanámi þarna þegar þú veikist og þurftur að hætta svo bara í námi? Já, ég hætti námi þá, já. Þannig að það hefur verið svona, já, alveg í fullu fjöri í námi og líkamsrækt og öllu og svo bara skellur þetta svona á þér þarna. Já. Já. Hvernig, manstu eitthvað eftir því, sko ég man til dæmis, það er svona, já, einmitt, allt, svona margt í kringum þann tíma sem ég að veikja sem svolítið blurry, sko, eftir á. Já. Af því maður líka í svona einhverju áfalli, sko. Ég var bara svo rosalega fegin, þetta var ekki heilaæxli eða heilablóðfall. Það heila bara, af því að þegar þeir að greina mig, þá þeir að spyrja mig svona fjölskyldusögu með einmitt þetta. Og ég var bara svo glöð að þetta var ekki þetta. Já, einmitt. Já, ég var sko með svo lág lifragildi, það var verið að spyrja mig alls konar eitthvað svona eins og ég væri með lifrabólgu og spyrja mig hvort ég væri, þú veist, notaði eiturlyf og eitthvað allavega sko. Og ég var bara... Ég var sem betur verið ekki þar. Nei, en já, einmitt. Já, ég ætlaði að spyrja það einhverjum og datta alveg út sko. Já, það er svo einkennilegt þegar við vorum að spjalla saman hérna daginn. Já, alveg. Ég veit ekki sko hvor okkar átti metið ég að vera alveg bara, já, hvað heitir það aftur? Já. Það var alveg dásamlegt sko. Það var svo augljóst að við varum með sömu minnistruflanirnar. Já. Það bankar stundum upp á. Þetta út svona orð. Já. Maður var svona misslæma daga. Já. En þetta er mjög óþægilegt þegar maður er einmitt í viðtölum eða útsendingu eða eitthvað svoleiðis. Þá var maður alveg bara svona, já, hérna, hvað heitir það nú aftur? Já, einmitt. Þetta er, já, einmitt, en já, þú veikist þarna og þú dettur út úr námi og hérna, og einhvern veginn, lífið þitt breytist svolítið mikið. Já. Varstu alveg, já, ég ætlaði að spyrja það því, já, nú kemur þetta náttúrulega. Já. Þetta rifist upp fyrir mig sem ég ætlaði að spyrja því. Varstu sátt við að fara á örorkuna á þessum tíma? Eða upplifir það sem einhverju svona, sumir upplifa það sem alveg rosalega uppgjöf og svona bara ákveðið áfall líka, sko? Margir sem vilja ekkert fara á örorkuna. Ég bara, sko, ég veit ekki, ég var bara þakklátt fyrir lífið og það var ekki verra en þetta og hérna og ég meina... Þetta var ráðlegt að fara á örorku og lækninu þínum náttúrulega vantarlega? Já. Og hérna ég nú alin upp með einni frænku minni sem reyndar ekki með okkur lengur en hérna hún sem sagt fæðist fötluð, líkamlega fötluð og fór í gegnum lífið á algjöru políönu og jákvæðni og ég hef bara tileinkað mér rosalega mikið frá henni. Já, einmitt. Og þá verður bara lífið aðeins einfaldara. Já, einmitt. Nákvæmlega. Heyrðu, en svo allavega fyrir nokkrum árum síðan, þá þrátt fyrir að vera, þegar við erum settar á örorku í kringum aldamótin 2000, já. Að þá erum við settar eða fljótlega einhvern veginn það er endurnýjað eða eitthvað og svo erum við fljótlega bara örorkuskrifaðar í langan tíma, alveg til bara eiginlega þangað til við verum ellilífeyrisþegar. Ég fekk bara strax í seinna skipti sem var sótt fyrir mig. Já. Þá fekk ég bara varanlega örorku. Já, einmitt. Og þetta er byggt af læknisfræðilegu mati. Já. Þannig að núna eru þeir að yfirfæra yfir í svona fyrirmyndina starfsgetumats aðferðinni þar sem eru félagsráðgjafar og einhverjir sem eru að meta líka. Já. Og á móti eru þeir að stytta örorkuna og þú þarft alltaf að vera í endurmati eða þú veist, þú færði í rauninni aldrei örorkuna með einhver 2-3 ár eða eitthvað svoleiðis. Nei, sem er náttúrulega bara alveg umulegt, sko. Já, ég ætlaði að spyrja út í það, því heldur að það hefði ekki breytt einhverju fyrir þig, til dæmis að fara
að reyna þig aftur í námi og vinnumarkaði og svona, ef þú hefur verið með alltaf svona, þú veist, yfir öxlina? Jú, ég held það og líka bara, nú dett ég út. Já, ég held þetta sé ekki hvetjandi, sko, að þurfa alltaf að vera að standa í þessu aftur og aftur. Að þú veist, ef maður getur unnið þá bara fer maður að vinna aðeins. Já, nákvæmlega. Enda, ég held að fólk áttar sig ekkert alveg á því hvað margir öryrkjar eru sko virkir og eru í vinnu. Ég þekki öryrkja sem bara í fullri vinnu, hún ekki á örorkubótum sko. Nei, en maður samt með þetta bakland. Þú ert með þessa tryggingu, ef að veikindi þín verða það slæm að þú bara dettur út, að þá eitthvað sem að grípa þig. Já, þá ferður náttúrulega bara strax aftur á örorkuna. Já. Að þú hættir og tekjur. Já, en það eins og þessi ótti við það að ef að þú sért örorkuskrifuð þá bara hættur að gera allt. Einmitt. Þannig að þó að þú mögulega getur það. Þannig þetta svolítið skrítið. En þú allavega? Ég man hvað ég ætlaði að segja. Þú veist, það tekur náttúrulega tíma. Þú veist, þótt svo maður sé jákvæður og allt það, en þá fer maður samt í gegnum sorgarferli. Já, einmitt. Og það tekur bara sinn tíma. Já, nákvæmlega. Þannig að maður þyrfti alltaf að vera eitthvað að hugsa að fara í mat og eitthvað, það bara... Já. Ég las einhvern tímann einhverja grein einmitt varðandi svona sorgarferli sem maður fer í gegnum með varðandi MS, sko. Að því þetta svona sjúkdómur sem kemur alltaf aftur og aftur í flestum tilfellum. Þú fær kast og svo lagastu svona eitthvað en kannski ekki alveg og svo ertu svona búin að jafna þig á því og þá færðu annað kast, þú veist, hálfári seinna eða árið seinna eða eitthvað og þessi grein fjallaði það að þú ert í rauninni alltaf með reglu og millibili að fara í gegnum sorgarferli. Já. Það ferði ekki gegnum eitthvað eitt, þú ferði endilega ekki gegnum eitthvað eitt sorgarferli, þú bara ferði oft aftur og aftur. Þannig að því þú ert alltaf svona, og þetta var örugglega við með marga sjúkdóma sem eru svona versna með tímanum. Já. Að fólk syrgir svona í áfengum heilsuna sína. Einmitt. En svo getur það líka, svo MS svona ólíkindatól og svo getur það líka bara stoppað einhvern veginn eða hætta versna jafn mikið eða þú veist, maður getur verið betri heldur en maður var á tímabili í upphafi og... Já, ég hef til dæmis ekki fengið skilgreint kast síðan 2004. Einmitt. Þannig að... Og hvenær fórstu, hvenær ferðu aftur í námið þitt? Á vorun 2012. Já. Og klára sjúkraliðan 2014 í maí. Já. Og svo tek ég líka viðbótarnám til stúdents. Klára það í maí 2015. Og svo lætur ekkert staðanum, þú fórst að vinna eitthvað, þú varst að vinna eitthvað í starfsnámi. Já. Og eitthvað eftir námið eða hvað? Jú, ég náttúrulega fór í starfsnám og mér var ráðlagt af kennurunum upp í skóla sem eru hjúkrunarfræðingar að ég ætti nú ekki að láta vita að ég væri með MS. Já, ok. En mér... Þú ættir ekki að láta þá skjólstæðingarna vita það? Nei, þegar ég var að sækja vinnu, starfsþjálfanir. Já, að þú ættir ekki að segja frá því að þú væri með MS? Ég ætti ekki að segja frá því. Ok. En mér finnst það bara svolítið svona, þú veist að þegar maður sækir vinnu þá er maður náttúrulega í rauninni að selja sig. Já. Að ég upplega svolítið þannig að þú ætlar að fara að leyna þessu að þá ertu í rauninni að selja gallaða vöru. Að því að ef eitthvað kemur upp á þá veit engin neitt. Nei, nákvæmlega. En aftur á móti ef að fólk veit af þessu að þú veist, þá getur það... Sýnt í skilning ef og líka. Já, einmitt. Og þá ertu líka bara einhvern veginn að mæta á staðinn sko bara með heiðarleika, það er svo vont líka held ég að leyna einhverju svona. Já, ég held að það hafa nú verið skipt á skoðun líka meðal allavega veit ég MS fólks
og það ég segja frá því að sé með MS eða ekki það að sækja vinnu. Já. Ég held þetta það skiptir líka máli ef við höfum verið kannski óvinnufæri langan tíma út af sjúkdómnum, þá rosalega erfitt að byrja að vinna einhvers staðar og svo kannski verið að spyrja þau út í eitthvað tímabil og varstu að vinna þarna og þá bara eitthvað svona, nei, ég nætti ekki að gera neitt. Nei, ég var einmitt spurð að því þegar ég sótti starfsþjálfun. Og ég sé þarna, það er alveg mörg ár þar svo ert ekkert að vinna. Ég bara, heyrðu, ég verð bara að segja, ég með MS, sko. En ég var samt ráðin. Og þær sá ekkert eftir því. Nei. Og svo sótti ég aftur starfsþjálfun í febrúar 2014 og þar sagði ég líka bara frá þessu og ég var líka ráðin þar og fékk síðan áframhaldandi vinnu. Þannig að fólk með MS ekkert verið starfskraftar heldur en. Nei, ef það treystir sig til að vinna þá kannski getur það bara alveg unnið. Nákvæmlega. Fólk verður svolítið að leggja mat og það náttúrulega bara sjálf líka bara hvort þú treystir þér núna til að stunda vinnu og þess að vera með 100 veikindadaga eða ekki. En þú veist, ég náttúrulega fór ekki 100% vinnu og ég myndi aldrei treysta mig til þess að vinna 100% vinnu. Nei, En 60% vinna eins og ég var í hentaði mér bara vel. Hvernig komstu út? Náður að fara yfir þá þannig að þú finnir sko því skerðingarnar, það er oft talað um að þú þurfur að vinna x mikið til þess að hætta að finna fyrir þeim? Ég held, mér finnst, ég var ekkert voðalega mikið að fylgjast með þessu, en mér finnst eins og ég hef alltaf verið í smá gróða. Já, alltaf verið í og náttúrulega fyrir utan þetta félagslega, sko. Já, einmitt. Sem er náttúrulega stærsti parturinn. Já, akkurat. Einmitt. Já. En svo ferðu í nám aftur eftir þetta í hjúkrunarfræði. Já, hérna út í Danmörku. Já. En það gekk ekki alveg nógu vel. Ég var meðal annars fór í gegnum greiningaferli aftur í Núti af því að þeir vildu ekkert taka mig trúanlega þótt svo ég væri með MRI-myndir á geisladisk sem að ég sýndi. Þá kom í baki að þeir að vera ekki með mænustungu eða eitthvað svoleiðis. Já, og þá þurfti ég að fara í mænustungu. Og en ég var sett sem sagt á baki og fyrirbyggjandi töflur. Og þær fóru bara ekki vel í mig. Þannig að það svona hafði áhrif á kannski þá að námið. En ég hætti samt ekkert, ég hefði að gefast upp. Heldur fór ég í fjarnám frá Háskólanum á Akureyri og fór þar, byrjaði núna síðasta haust fyrra og náði öllu með glæsibrag, en ég náði samt, ég var aðeins fyrir neðan kvótann. Ég var númer 60 og það voru 56 teknirinn. Þetta er náttúrulega alveg, og þetta er bara óskiljanlegt að þetta skuli vera svona hjúkrunarfræðinámi á Íslandi. Það vantar hjúkrunarfræðinga og þú ert með fínar einkunnir, en þú getur ekki haldið áfram, af því að Nei, ég var með 7,1 meðal einkunn, sko. Já, af því það er bara kvóti á hversu margir eru teknir áfram. Já. Þetta er bara, maður skilur þetta ekki. Nei. Já. Þannig að, en þið eru þess að fjölskyldan... Ég er að gera það aftur. Já, og þú ætlar ekki að láta stoppa þig. Það er bara harkar sags. Já, frábært. En þið eru ennþá í Danmörku, fjölskyldan? Já. Og hvernig fannst þér að flytja svona milli landa? Varst að fá einhverja öðruvísi þjónustu varðandi sjúkdóminn, eða þeir vilja fá þarna aðra greiningu, þeir eru svona hvað fannst þér um það? Fannst þér svona óþarflega pikki? Ég var læknalaus á Íslandi í rauninni, af því að ég þurfti aldrei,
bara var heppin, það var ekkert að mér. Já, þú varst ekki búin að vera að fá köst eða neitt þannig. Nei, og en hérna þá þótt svo að sé ennþá sem betur fer ekkert að mér, að þá er ég kölluð inn einu sinni ári. Já, í tékk. Já. Já. Bara samtal með lækni og svo eru hjúkrunarfræðingar sem að láta mig gera einhverjar alls konar listir. Já, þannig að þeir eru, svona Danirnir eru betri kannski í þessari eftirfylgni og utanumhaldi. Allavega fyrir mína parta. Já. Ég náttúrulega veit ekki alveg hvernig hjá öðrum, sko. Nei. En allavega svona, já, fyrir mig sem að ekkert að þannig að þá þá er svolítið meira haldið utan hann. Já, Já, má ég spyrja það út í dótturðina sem er falluð upp á þjónustu bara eða? Já. Því nú flytturðu út með 2 börn, manni og 2 börnum og annað barni þarf þjónustu vegna fötlunar. Já. Og finnurðu mun á þjónustunni við það barn? Já, mikið. Mikið, já. Hún er væga til miðlungs þroskahömlum og ADHD. En á Íslandi var hún bara inn í almennum bekk og með stuðning. En það var alltaf endalaust verið að klippa þessum stuðning sem hún var með og svörin sem ég fekk var bara sko, barnið þitt að fá besta stuðningin hennar. Já, alveg bara, þú ert nú að fá meira en margir aðrir. Já, verður nú bara þakklátt fyrir það sem þú færðu. Algjörlega. Rosalega furðulegt, já. En svo ætluðu Danirnir eitthvað aðeins að reyna sömu aðferð að setja henni í almenna bekk. Já. Og hún var í 6 vikur í skólanum frá 8 til 12 og þá sáu þeir bara að það var ekkert að ganga. Nei. Þannig að það er sótt fyrir hana í sérdeild í öðrum skóla og hún fer þar inn og bara þetta er allt svo yndislegt starfsfólk að og það er haldið svo vel utan hana. Hún var loksins vinkonu, alveg bara bestu vinkonu og það er mikill munur. Það var svolítið státt fyrir hana sko, alltaf verið að koma og spyrja eftir eldri systurinnar á Íslandi. Aldrei henni. Nei, einmitt. En svo bara er þetta allt hana hérna. Já. Þannig að það er svona líka einhvern veginn, Danmörk náttúrulega þekkt fyrir að vera bara rosa barnvænt samfélag. Já. Þannig að þeir finni fyrir því líka með stelpurnar vantarlega. Já. Já, þannig að þið eru kannski ekkert á leiðinni heim alveg strax eða hvað? Það er bara, við erum ekkert að það er bara 1 dagur í einu. Það er bara 1 dagur í einu og ef við fáum flug í hausina þá bara látum við að þið verða, annars ekki. Þetta er bara, já. Okkur líður allavega ekki illa. Ykkur líður allavega ekki illa, það er nú gott. Ég svo vona ég bara, vona að þetta hjúkrunarfræði dæmi á Íslandi verði almennilegt. Já, þeir eru nú búin að auka loksins upp í 75. Auka kvótan, úr 55 í 75. Já, einmitt. En það voru bara þeimun fleiri sem að byrjuðu í náminu í haust, heldur en síðasta haust. Já, þannig að það verður kannski bara alveg erfið síja. Já. Í rauninni. Já. En ég ætla nú að vona þetta gangi núna. Já. Það hlýtur að vera. Einmitt. Heyrðu, Lonný, ég er bara frábært að fá að tala við þig hérna í öryrkjaráðinu. Já. Og fá smá innsýn í þetta og einmitt að því líka bara mér finnst svo frábært að það er alveg fólk þarna úti sem er sko öryrkjar sem eru virkir og eru í námi og eru að vinna og eru að gera hluti og þú ert svona dæmi það.
Já, svo það þarf líka eða svona fordómi meðal fólks í raun, jú, þetta eru fordóma. Fólk hugsa bara, já, þú ert á örorkubótum og þú ert bara í fullu námi, bara. Já, einmitt. Og það getur það bara, að því getur, að því það líka sko, einmitt, þú getur þetta líka, að því að þú hefur þessa tryggingu, þú ert ekki, það á ekki að fara að refsa þér fyrir að reyna þig. Nei, og ég meina, þetta er eiginlega svona eini kosturinn við að vera á örorkubótum, það er það að geta farið í nám án þess að skuldsetja sig upp fyrir haus. Akkurat, já, einmitt. Og af hverju megum við ekki bara nota það? Já, nákvæmlega, einmitt. Að því svo erum við líka í þeirri stöðu að geta, eins og bara með okkar sjúkdóm, að geta alltaf fengið annað kast og dottið út í 2 ár, skilur, eða lengur. Já. Þannig að við höfum heldur ekki tryggingu fyrir því að geta notað námið. Nei. Þannig að það er svolítið svona upp á von og óvon. En það er bara frábært að fólk viti það líka, það er ekkit endilega að stoppa fólk. Nei. Og það á ekki að gera, það á ekki að stoppa fólk. Nei, einmitt. Herðu, takk kærlega fyrir þetta. Herðu, það var lítið. Og við sjáumst síðar. Við gerum það. Og ykkur áhorfendur, ég minni ykkur á síðun okkar Öryrkjaráð og endilega hafið samband ef þið viljið koma ykkur áleiðis. Takk fyrir í dag.